Svo það bara klikt. Og hérna webinar, það ekki startað þetta sem komist inn? Jú. En hún ávist að hafa einhvern link hérna, sko. Við getum svo sem að starta það núna. Já, það gott mínum, sko. Það allt þannig klart. Það allt klart, sko, tæknilega sér, sko. Stólurinn allt klart og svo. Já. Og myndur, það hafa svona frekar litla lyftur, þetta svona björn. Þið séð fundina, þetta álega okkur að minnka. Já, fram á haust. En svo náttúrulega næsta haust þá þetta var klokk. Já, það séð. Þannig þetta vænta að tvist fundin hér. Þá byrjar þessum öllum. Þá byrjar þessi fullesum. Já. Annars gott í góðum nýtt. Alveg sem þú veit allt sem það sendingi eftir. Allt sem þú verður Og alveg sem það er. Segðu það eins og röstlut. Já, það vil ekki standa. En ég veit ekkert hver þetta var sem að maður byrjum að spila það. Hún líka sér fór. Já, með hnakk. Já, ég var svona einhverja á rúminu að svara. Þú settir upp þegar þú lokaði sig um þetta og settir upp. Þá er bara uppsett, eins og ekki voru það er uppsett upp því að ákvæðast hennis og svo lokaði ég inn. Sett það upp uppsett. Sér því ég lokaði, þá bara ákvæðast þetta og startaði ekki. Það á tölvur. Ég setja það eftir að það sé stoppingstæð kringum þessu. Já, ég sé það. Það eitthvað svona. Ég fór upp fyrir hinn. Það ekki máli sett upp. Þeir sett upp hérna tekramennir niður yfir með þetta, sko. Það þeir stefnum og fyrir það, sko. Ég var búinn að byrja, ég bara til og síðustu fundi að fyrir þessu að það, sko. Já. En ég vona ekki það. Það vil að koma á sinns. Já. Þeir eru nokkuð mánuðum, sko. Já, það voru. Ég er svona, sko. Spegði. Já, það að ég svona að búin að testa og setja upp hérna síðan og það ekki að vera svona aðminn yfir þessu. Er þetta rauði keisari? Já, það eru ekki sagt snappurinn eftir þetta ægjars eitthvað svona. Öryggiskerfi sem þetta vona að það geti virkað vel í þessu. Með boxar og hringir út, sko, á flúðun. Ég var bara að losna því, sko, neyðartíma. Já. Þetta er eitthvað sem getur virkað þannig ef þetta virkað. Nei, ég veit ekki. Já. Þessi stóð. Það er verið það er með tvo hnappir og það er ekki stóð. Ef þetta virkað bara ítir og hnappa, sendir ykkur bóks og bóksi hringir út þá í 8 númer eða hvað. Sendir út SMS. Það er að fyrir bóks, sko, Já, það er það sem á klikka svo oft, sko, allt sem þetta er bara user er að gerist í stress situations. Já, ég menn það ef að þetta kerfi er það gott og þá er þetta eitthvað sem í stress þá bara ítur og margur og svo það hendur bara að gera sem það gera. Það er ekki að ringi og býði og lesi og býði til þessi nótið skilaboð og og meðan þá er það svona aðkost í blókast þegar komum. Já, ég er með það og síðan meður maður ekki að svo síðast að bóða með þess að einhver lasinn og sé ekki lengi hlust á bíbí ykkur í hvað þar og þá var alltaf þetta út. Það er ekki mjög símtur að vita eitthvað úr með þess vegna á ég. Takk? Nei. Þetta er hvað þeir að bjóða eins og lélega brandarið.
að búa til einstakli. Þetta var svona hér. Eiríkur, var nú eitthvað svona. Ég lóka að segja. Þetta er í fjarfundi að sunnan, sko, við erum að bíða til að loka í sig inn. Við erum kennslu nána. Þetta, já, það er Eiríkur hálfsnjó og yrna þetta. stöðu einhverjum borða á stóðum. Nei, Eiríkur sem var hérna. Nei, sem núna er Erling Guðvík. Já, já. En þessi Eiríkur, var hann Já, húsverðin. var hálfsnjó og yrna? Átti heima þarna hinum megin, Já, frændi minn. Já, áttu ekki heima. Já, já. Og núna heima hinum megin. Nú er heima, já, nú er heima. Og aðeins og... Hann var lengra heldur en ætla var. Já, veistu, við endum Já, þarna. það var ætlað sem var ekki tíma. hann náttúrulega var þetta á landi, Já, já, já. svo var það virkilega verið náttúrulega. Hvað er það sem þú? Getur ég mætt þar? Já, allavega. Það var 13 sko, það er 30 og 35. Hann var náttúrulega lífægt. Nei, hann er ekki góð. Mættur? Hann er mættur. Já, veistu, að segja þér, ég hefði verið ælt blóð, sko, ef ég hefði ekki sleppt ég að mæta stelpur. Ég sá ekkert í nótt. Sko, þegar ég kom í morgun, þá var tölvan ekki í sambandi, ekkert rafmagn á borðinu. Myndavélin var sneri út í eitthvað Hvernig er þetta? og það var ekki búið að stilla hátalarana. Ok, þakklátt fyrir að komst. Ég er að segja það var allt í, það liggur við að það hafði vantað tölvuna Þetta þegar ég er kom. það maður skilur ekki hvernig hluti geta Ég gerst. meina, hvernig er þetta hægt? Fólk á að ganga eins, skilja. En það er alltaf svo. Þess vegna erum við, ég og Gunnar er komin bara á stofnun með magasá. Já, Ég skil þig mjög vel, sko. þakklátt að eiga eitt bygga. Já, hann er kvíðasjúklingur eftir allt saman líka, sko. Nú býður hann eftir að fyrir þessu löngu sinn. Já, En ég er svo feginn að sjá þig, sko, því að þú ert svo eina af okkur fjórum vandalega sem hefur hleypt inn bannlist. nei, þú varst það síðast, sko. Ég held að það var það engin. Já. Við höfum einu sem gert þetta aðeins nefnilega. Fyrir Þess vegna sagði ég Hugrúnu bara, já, ekkert mál, við höfum gert þetta aður og ég set mér sambandi til við þild. Allir Svenni gæst það. Já. Þetta enda allt saman. Þetta er allt saman byggja að kenna hvort. Það reddast, ha. Já. Það er fyrstu dag, við getum að fara inn í helginu. Það er ekki mættu hvað sem er þetta. Nei. Bara þú. Ég geti búið Sveinsson, Eiríkur Þorsteinsson, það var ekki, það var mikið á berandum tíma. Já, Og hann vildi alltaf hafa sko Eiríksgötu hérna. já, En það var ekki, þessi gata var ekki, það var hér, þannig að Þetta var sælni hans og þú hætti fast við það. ég var að skrifa í þetta ekki á komin á þetta líka. Hvað heitir hérna? Já, var ekki Ingunn. Inga Sif Ólafsdóttir, Hún er ekki komin. ég sendi henni í gær. Nei. Nei. Engar sem ástáttir fórum að gert það var. Ég var búin að lokka minn hér meginn og sá því í kaminu, þannig ég var bara, Yes. En heyrður í mér? nei, Ég talaði við þig, sko. aha, Já, því ég sé hverju eru komin, sko. ok, ég get bara að hlusta. Nei. Þetta En virkar. nefnilega, Búin að testa. þetta var svo skúffandi vonbrigði þegar hérna fyrirlesturinn nýja almenna. Já, þú veist ekki. Já. Þess að hún tókstu upp, Já, þannig að vídeo var hljóðlaust. það var hljóðlaust. Það var hringt inn á miðan fyrirlesturinn Já, og láttu vita að hljóðlaust, ég kann ekki finn breytt út þessu. nei, því ég heyrði það morgunni, Já, en ég pældi svolítið með því, sko. En svo sagði ég að glæruturnur koma svo. Já, akkurat, ég, En þú veist að það er gefið ekki. nei. Við getum ekki stoppað fundið til að fara í svona. Ég fekk nokkur töluposta og ég sagði bara því miður, þá bara, en glæruna væri, þess að ég var nú sitt inn á YouTube. En það kom á því. En það var náttúrulega ekki fyrir ákveður og mér komið. Nei, og þá bara er það þannig. Gott, tímisílis, en það er fyrir. Ég veit það ekki. En sko er hún, Kannski ætti ég ekki að standa hérna eins og
eins og hreindýr í framlösunum bíl, sko, þú veist. Ég ætla að fara. Ég held að það sé betri, ég sé bara þengst bakgrunn, sko. Það sem ég ber ekki ábyrgð á þér, hvort sem er. Já, ég líka tölvupóstur minn að sjá hvort hún sé eitthvað í vandræði. Þannig að við erum að lokið sig. Nei. Viltu búin að vera með því? Jú. Við teljum það, við erum með sérfræðingi. Það virkar allt frá mér. Já. Við erum að bíða eftir að koma inn bara einn. Þá þú búið spennt þangað. Hún er Reykjavík. Það segir mér í Vesturmáli. Félagsin er Reykjavík. Þess vegna er ég stressað að fengum þennan tækni sérfræðing. Kvíðasjúkling. Fyrir þetta í Vesturmáli, tveimaldavannur, eru útlæknar á Íslandi nú í dag, flestir sem að fækja eiga möguleika á einu tegundum á Íslandi. Þetta var aldrei inn í dæminu. Geðlækningar, það er byrjað sérmann í Stefnir að góða eiginlega að tengja að. Og ég var bara hættur með beint út. Svo er núna að kynna ljós og til að samþykja. Inga Sif. Sjá. Ég var mjög það. Þetta hvernig þetta hins vegar í Við hafa kveikja mikrofón. Ég var samt að líka. En ég heyri Eitthvað kveikja þessu. Góðan daginn, heyrið í mér? Ég heyri þér, já. Já, og góðan daginn. Ég sé þið, ég ætla að færa þér hérna yfir. Haldan. Það er nú að deila glærum svo eftir, þannig að má ég bara sjá að það virki. Það er lélega með það. Já, eftir að fá mig kaffi, en ég tók kleinur ekki með það heim, sko. Já, segðu þið. Þið sjáu þið núna, Já, þess að skrifa ekki. sjáu þið glæru núna, já, ég sé það hjá okkur. Þetta er stórbrennslegt, held ég. Þegar við sjáum hennar. Já, Við sjáum sko nótsjáður líka, sko. Notes hjá mig líka, ég held að standur ekkert í notes, ég ætla nú bara að sína ykkur hitt. Já. Ok. Prófa þetta aftur. Ég vil ekki bara svona þá. Heyrðu, það er að komið, þá bara höfum við þetta svona frekar. Svona. Svona. Setjum þetta aftur yfir. Það er í myndavélina yfir að hins skjáin svo ég horfi í áttina eitthvað þegar ég er að fara í gegnum glærurnar. Valur, sáttur. Já, þetta er flott. Þetta er flott. Já. Heyrðu, frábært. Bara takk kærlega fyrir að bjóða mér að koma inn á morgunfundin hjá okkur.
Ég var beðin að flytja fyrir ykkur erindi sem var með á læknadögum. Það sem var að tala svolítið sérnámsgrunnin, hvað hefur verið að breytast í honum, hvernig við erum að taka á móti erlendum læknum hingað og hvaða kröfur við erum að gera inn á sérnámsgrunnin. Og síðan ætla ég að taka seinni þriðjungur af tímanum í að tala aðeins handleiðslumálin inn á sérnámsgrunninum. Og segja frá þeim breytingum sem í vændum núna í sumar og af hverju við erum að gera þær. Er eitthvað annað sem þú óski eftir að ég tala Ég held að það sé bara flott. Bara endilega spyrju því, það miklu skemmtilegra ef þetta þannig. Þannig að... Það svolítið gert þetta tónni. Það ekki að gefa þetta mikið Heyrist ekki nóg vel í mér? Jú, það bara, þetta ekkert sérstaklega góður mikrofónn hérna, en það heyrist, það heyrist vel í þér. Það svolítið stefnandi. Ég skal tala þannig að heyrist fram á gang hérna hjá mér. Heyrði, bara... Já, sko, það rosalega mikilvægt að hugsa til þess að íslenski sérnámsgrunnurinn, maður þarf alltaf að hugsa hann í alþjóðlegu samhengi. Þó við séum komið fullt af sérnámi sem við getum lært að fullu hérna á Íslandi, þá verðum við alltaf að miða því að fólk geti farið með þetta eitthvað annað. Og það þarf að tryggja bæði grunnnámið en líka það sérnám sem opnu grunnnámi standist alþjóðlega kröfur. Og það alltaf sífellt aukin krafa að læknanámi sé þverfaglegt og að við vinnum með fagmennsku og öryggi að leiðarljósi og að við útskrifum öryggi og afkastamikla lækna. Læknadeild hefur mætt þessu með að staðla sitt grunnnám, passa upp á að það sé nægilega mikið af verknámi, nægilega mikið af að hlutfalli milli verknáms og fyrirlestra og annað sé eins og lög gera ráð fyrir í Evrópu. Og það rosalega mikilvægt að á 7. árinu að taka okkar læknanemar allir þetta CCSE-próf sem mikilvægt að gefa okkur samanburð við aðra skóla þó það séu allt þá skóla sem eru í Bandaríkjunum eða miða sig við bandarískar kennslumarklýsingar. Frá með 21 varð svolítil breyting því það útskrifast læknanema frá HÍ með fullgilt lækningaleyfi. Og nú fyrirhuguð töluverð breyting í haust, við erum bara að taka inn fyrsta sinn 75 læknanema. Við tókum við 68 síðasta haust og nú það 75 í haust. Þannig að við sem komum að kennslumálum erum alveg á fullu að skipuleggja allt upp á nýtt og fjölga tímum og annað til þess að rýra ekki gæði kennslu eins og í verknámi og fleira. Þessi breyting kemur ekki til upp á 4. ár fyrir maður reiknar með að vera ekki eitthvað eftir 3 ár en kannski fyrir okkur eitthvað nær þessari tölu. Við sjáum til með það. Sérnámsgrunnurinn fyrsti hluti af öllu sérnámi á Íslandi. Það getur enginn hafi sérnám í neinni undirsérgrein eða tekið hlutasérnám að neinu leyti nema hafa lokið sérnámsgrunni. Þannig að það rosalega mikið að huga til þess. Við erum með svona kringum 85 til 95 sérnámsgrunnlækna á hverjum tíma. Við vitum að það eru mjög stórir hópar, en þá hlutfallið yfir þannig að 2/3 að byrja í júní og 1/3 byrjar í október. Þetta júníhópurinn frá því í fyrra og fyrstu glærun sáðu í hluta af októberhópnum í fyrra. Nú yfir þannig að júníhópurinn mest krakkar sem að koma frá HÍ og þau sem að byrja í október meira þau sem að hafa numið erlendis og það byggir á því að þú verður að ljúka móttökudögum sem heil vika áður en þú byrjar sérnámsgrunnin og hann höldum við bara í júní og svo aftur í október. Og nú segir sumbýta að haldið ekki ágúst. Reynslan svo að þau þurfa að vera með ákveðin gögn frá sínum skólum. Þessi gögn þurfa að skilast til embætti landlæknis og embætti landlæknis búin að afgreiða almennt lækningaleyfi á Íslandi áður en þau hefja störf. Og það tekur því miður bara töluverðan tíma því að þessir international skólar erlendis eru margir hverjir ekki að gefa út sín gögn á ensku. Heldur á sínu heimamáli og þá tekur tíma fyrir þau að fá þetta þýtt. En ef við hugsa til þessa hlutfalls að við séum með 40% sem að koma erlendis frá, að þá það nokkuð hátt með Norðurlöndin. Hérna til hægri á þessari glæru, þar sjáum við þessa nýju reglugerð og hvernig skiptingin núna. Hún gerir ráð fyrir því að þessi 12 mánuðir, það 4 mánuðir á heilsugæslu, en svo sé ekki hægt að taka meira á heilsugæslu á þessu fyrsta ári. Því hinir 8 mánuðir eiga að vera á kennslusjúkrahúsi. Og þá það skilgreint að lágmarki til verða 2 að vera á lyflækningum og 2 í skurðlækningum og svo verða 4 mánuðir við svokallaða bráðalæknisþjónustu.
þar með það svolítið búið að taka út ýmsa greinar sem áður voru inn í okkar vali eins og meinafræði, röntgen. Þannig að þetta svona vissir hlutir sem kannski ekki eru túlkast sem framlínu þjónusta sem að við getum ekki lengur boðið upp á sem hluta af sérnámsgrunnsárinu ef fólk taki það bara sem viðbótarmánuði, sem 13. og 14. mánuði. Og þetta rímar bara mjög vel við Skandinavíu því að þau eiga vandræði með að viðurkenna þessa þætti þar sem þau eru ekki beinlínis í að sinna bráðveikum sjúklingum. Mats- og hæfisnefnd verður að samþykkja allar viðurkennda námsdeildir. Það háði okkur í vetur að það var ekki starfandi mats- og hæfisnefnd en hún átti sinn fyrsta fund núna í lok apríl og við reiknum með að þeir munu fara í það að fara yfir samþykktar matsdeildir á þessu ári. Hvort þeir náði fyrir septemberbyrjun það veit ég ekki en það er allavega á planinu að gera það. Þannig við allar kennslustofnunir þurfum að vera búnar undir að leggja fram rök fyrir hvaða einingar við viljum hafa viðurkenndar hjá okkur. Það eru 29 heilsugæslustöðvar út allt land sem eru viðurkenndar sem kennslustaðir og á sjúkrahúsunum þá erum við með, þetta er bara svona skiptingin það hvað eru margir á hverjum tíma á hverjum stað og það hefur verið þannig að Landspítalinn og Akureyri hafa verið samþykktir fyrir alla hluta sérnámsgrunnsins en að Akranes og Selfoss þar máttur að hámarki gera 2 mánuði af lyflækningum. Það rímaði mjög vel þegar allir voru að taka 4 mánuði í lyflækningum. En núna þegar það er ekki skylt að taka nema 2, að þá er svolítið spurning hvernig mats- og hæfisnefnd tekur á því á þessum minni sjúkrahúsum, hvort þau megi taka lágmarks 2 mánuðina þar eða hvort að það verði alltaf viðbótarmánuðir. Ég og Guðjón stóðum þetta alveg bara hás að tala fyrir því að það ættu allir að taka 4 mánuði í lyflækningum á sérnámsgrunnsárinu. Þar sem að það er svona bara mjög veigamikið þáttur í starfi lækna og bara mjög góður grunnur. Þannig að sýnist nú langflestir hafa valið það, já, að taka 4 mánuði. En það er svona kannski 10-15% sem ekki að gera það, taka bara 2 mánuði á lyf. Þetta er hvernig skiptingin var viðurkenndum námsstöðum í dag inni á kennslusjúkrahúsunum. Eins og ég sagði þá er þetta fyrsti hluti allsherjarnáms og umsóknarferlið fer fram í ágúst-september fyrir árið sem byrjar árið eftir. Þannig að núna í september í ár er umsóknarfresturinn fyrir þá sem ætla að byrja frá með júní 25. Og forsenda þess að þau geti hafið starf, þannig að það er að þau séu komið með lækningaleyfi á Íslandi. Og svo krefjumst við íslensku kunnáttu, vegna þess að okkur finnst það mikilvægt að læknar sem eru í framlínunni á þessum heilsugæslustöðum þurfa að standa framlínuvaktir séu tali góða íslensku. Annaðhvort þú sért með íslenska móðurmáli og ef ekki þá þarf það að sýna fram á lágmark til B2 tungumálafærni. Ég kem aðeins á eftir í glæri, ég ætla að sýna ykkur hvað felst í því. Og þau verða á lokið þessum móttökudögum og þeir sem að læra erlendis taka viðbótar þátt á móttökudögunum sem fjallar íslensk lög og reglugerðir og þá kemur lögfræðingur frá Læknafélaginu og við förum í gegnum dæmi og biðjum þeim að leysa þau miðað við okkar lög og reglugerðir. Þetta er þessi matsrammi sem ég var að tala og á öllum, hann gerir, A1 er lágmarkið, C2 er bara mjög færnotandi. Og þetta metur hlustun, lestur, samræður, talmál og skrift. Og ef við fókusunum á þetta B2, Norðurlöndin öll gera ráð fyrir lágmarki til C1 og standur meiri sig að það sé ætlast til að þú sért komið með C2 þegar vinnan hefst. Ef við hugsaum okkur sem að klárum dönsku úr stúdentsprófi, þá liggja mjög góðir nemendur, þeir liggja í C1, altalandi, bara, fæddir í Danmörku og uppaldir eru C2, en mjög margir eru þarna bara rétt, ef fólk er ekkert með mjög sterkt stúdentspróf, þá er maður kannski ekkert nema B2. Og núna eftir að búið að stytta dönskunámið í skólum hér á Íslandi, þá lofa íslenskir menntaskólar ekki C1 lengur. Sem að verður til þess að mjög margir af þeim sem eru að útskrifast núna úr menntaskólum með ári styttri dönsku eða skandinavískt tungumál
munu ekki mörg hver þurfa að bæta við sig einhverju áður en þau fara í sérnám í framtíðinni. En þið sjáið svolítið þarna hvað þetta er skilgreint, hvað þau að geta gert, að þau geti skilið hvað þau verið að tala og lesið málflutning, skilið langa málflutning og fyrirlestra, fylgst með flóknum rökræðum. Þau geta lesið greinar og skýrslur sem tengjast vandamálum. Þau geta tekið þátt í samræðum og nokkru öryggi og án mikillar umhugsunar. Þau geta gefið skýra og nákvæma lýsingu á ýmsum hlutum sem tengjast því sem þau eru að fást við. Og þau þurfa að geta skrifa skýra og nákvæma texta. Og þegar við tökum þessa erlendu nema í viðtal, þá erum við ekki að meta kunnáttu þeirra í læknisfræði, heldur erum við að meta þessa þætti. Hvort að við látum þau hafa sjúkraskrá til að lesa yfir og þau að gera samantekt úr henni. Við biðjum þeim að ræða við okkur viðfangsefnið og hvernig vilja kljást við það og ef það er einhver álitamál í því. En það er allt svona alveg bara basic, þannig að þetta er ekki verið að prófa læknisfræðiþekkingar, þetta er bara hvort þau geti talað. Og við erum alltaf þrjú sem erum saman í þeim viðtölum sem við tökum við þau sem eru að koma, hafa ekki íslenska móðurmáli. Þetta segir sér nú bara sjálft að hvað þau eru að fást við en það er mikilvægt að við hugum að því að við erum þarna með útskrifaða lækna og við þurfum að passa, við séum svolítið að líta á að þjálfa leiðtoga getur teymisfærni og að þau séu ekki bara skrifbettar, þau séu virkilega þáttakendur í meðferðinni og ég meina við kannumst öll við það að þau eru kannski þurfa meiri leiðsögn og meiri svona í byrjun að segja þeim, en maður veit að í lok ársins þá séu þau orðin sjálfstæðari. Og þetta þarf svolítið að koma fram í matsblöðunum, hversu sjálfstæður læknirinn er í vinnubrögðum. Við þýddum og staðfærðum breska marklýsingu fyrir árið 2015, við endurskoðum hana árlega. Ég las allar marklýsingar sem á þeim tungumálum í Evrópu sem ég gat lesið. Á þeim tíma var breska marklýsingin eina marklýsingin sem var competency based eða með ákveðin loka markmið sem þú ættir að uppfylla. Hinn voru mikið á að kunna að byrja meðferð við hjartabilun, á að geta hafið meðferð við þessu. Sem var rosalega loðið bara. Hjartalæknirinn skilur þetta á annan hátt heldur en annar læknir. Þannig að það var ákveðið að fylgja þessari bresku því að hún er með bara rosalega flotta meginkafla sem ég hélt ég væri með á næstu gleru, þegar hvernig verður hvernig við búum til öruggan og afkastamikið læknir og hvernig við þjálfum læknir sem er að læra alla starfsævina. Var einhver spurning? Nei, engin spurning. Ok. Við erum með þessa rafrænu ferilskrá í portfóljó og hún er notuð á öllum starfsstöðum á námsárinu. Og það er rosalega mikilvægt að ef þið eru að fá nema til ykkar sem er búin að vera á annarri starfsstöð, að ef þið eru handleiðir að vera að kíkja á hvað var að gerast á hinum stöðunum. Ef einhver er búin að fara á heilsugæsluna og er svo að koma á byrjun á spítalnum, að handleiðarinn kíkja eins á hvað var handleiðarinn á heilsugæsluna að vinna með. Og það er það sem við verðum svolítið að gera og hvetja heimilislæknana til þess að gera, að ef það er eitthvað ákveðið sem það að vinna með, að það komi fram þarna. Ef viðkomandi á erfitt með að ljúka sinni pappírsvinnu og þá þarf það að koma fram svo að næsta starfstöð geti haldið áfram að vinna með henni þátt og þurfi ekki að taka fyrstu tómanni og fatta, já, heyrðu, þetta er vissulega vandamálið. Það er rosalega mikilvægt að matsblöðin sé safnað jafnt og þétt yfir námsárið. Það er námslæknanna sjálfur að senda út þessi matsblöð, en ef það kemur með eitt tímabil á námsárinu þar sem að þau skila ekki viðunandi fjölda matsblaða á námstímanum, þá lengjum við námstíman. Og það eru því miður nokkri sem hafa verið að þurfa að lengja námsárið út af þessu. Það þýðir ekki að fjöldi matsblaða, við horfum ekki að hann kemur allir á síðustu 2 mánuði námsársins, þá telur það ekki þó það sé réttur fjöldi miðað við allt árið. Hann verður að koma jafnt og þétt. Kennsluráðið sem er skilgreint í nýju raunfræðsingunni, það tekur þátt í að setja upp námsárið, námsblokkirnar, við förum yfir þá námslækna sem er í vanda og í lokin þá er það okkar að staðfesta hvort fólk hafi lokið námstímanum og gefa út staðfestingu.
og gera þá viðeigandi ráðstafanir ef fólk hefur ekki staðið sig. Langoftast eru ráðstafanir þær að fólk þarf að lengja, gera einhvern ákveðin tegund af matsblöðum á þessari framlengingu eða slíkt. En já, handleiðslan er algjör hornsteinn til þess að þið fáið þennan tíma metinn annars staðar. Þannig að skráning á handleiðslufundum er rosalega mikilvæg. Og að skrifa pínulítið, ekki einhverja ritgerðir, en stikkorð, fórum í þetta, ræddum þetta. Þannig að þau hafi líka einhverja hluti sem þið geta mögulega tengt þessar fundargerðir við. Við erum ákveðna reglubundna fræðslu og ég ætla að koma aðeins inn á það eftir að við munum þurfa að setja inn ákveð sem við munum kalla stjörnumerkta fræðslu á næsta ári. Og það verða þá fræðslueigendur sem að taka á þáttum sem að eru krafa í marklýsingum á öðrum Norðurlöndum, en við höfum kannski ekki lagt, eða þú veist, sem við viljum bara að þau geti staðfest að hafa örugglega mætt á fræðslu í þessu efni. Og þá munum við hvetja til að ígrunda á það sem staðfestingu þau hafa verið á fræðslunni. Það er áhugavert að huga aðeins að því af hverju vorum við að breyta þessu sérnámsgrunnsári. Af hverju vorum við að byrja að fara að útskrifa fólk með fullgilt lækningaleyfi, og það er til að ríma við þær breytingar sem voru að gerast á Norðurlöndunum. Og þá sérstaklega Noregur og Svíþjóð. Danmörk heldur bara áfram með sitt. Þeir eru bara rosalega ánægðir með sitt KBU, þeir ætla engu að breyta, og KBU er bara 6 mánuðir í medisína í kirurgíu og 6 mánuðir á heilsugæslu. Og þeir fá ekki fullgilt lækningaleyfi fyrr en eftir að hafa lokið þessu ári. En Svíar og Norðmenn hafa báðir sett upp hluta, Svíarnir 12 mánuði og Norðmenn 18 mánuði, sem er fyrsti hluti sérnáms. Og það er alltaf þannig að gagnkvæm viðurkenning verður alltaf háð ákvörðunum og mati kennslustjóra og yfirmanna í því landi sem fólk er að fara til. En það sem við þurfum bara að gera er að passa að allt sé þannig að það ætti ekkert að vera til fyrirstöðu að fá þetta metið. Hérna sjáðu þið bara mynd hvernig þetta er í Noregi. Þau byrja lýs 1, svo fara þau lýs 2 í sinni sérgrein og síðan er lýs 3 í undir sérgrein. Ef maður hugsar aðeins Noreg, þá er það þannig að við bjóðum upp á að setja upp námsárið eins og þeirra 18 mánaða ár. Og við erum búin að tala við Helsedirektorat í Noregi og þeir segja að það sé ekkert til fyrirstöðu að fá slíkan tíma metinn frá Íslandi, síðan með handleiðslu, dokumentasjón, matsblöðum og uppfylli þeirra kompetenskraf. Þannig að þeirra kröfur eru 6 mánuðir heilsugæslu og svo er það annarkvort 6 mánuðir í lyf og 6 í skurð, og þar af mega bara max 4, 2 og 2 vera frammi á bráðamóttökunni. Og síðan eða þá þið taka 4 í lyf, 4 í skurð og 4 í geð. Núna eru mörg þúsund læknar að bíða eftir að hefja lýs 1 í Noregi. Það er 2 ára bið eftir að hefja slíkt í Oslo, og ef þú ert til í að fara eitthvað út á land, þá kannski er það 12 mánaða bið, en það er bara fæstir sem bara labba beint inn í lýs 1 stöðu og sérstaklega ekki þeir sem koma erlendis frá. Þannig að við erum með dæmi fólk sem fór héðan og ætla að fara lýs 1 og það tók það 1,5 ára að komast inn í slíka stöðu þar, og þá er það bara að vinna í einhverjum aflýsingastöðu sem er ekki mettar inn í sérnám. Og það er til mikils að vinna fyrir okkur að hjálpa íslenskum læknum að geta tekið 18 mánuði hjá okkur og fengið það metið út. Það er algjör krafa þessu í allan tíman með fullgilt lækningaleyfi. Þannig að við veitum þeim sem eru að bíða eftir að embætti landlæknis afgreiði umsóknina lækningaleyfi, þá er ég að hugsa þau sem eru að læra erlendis og senda inn sín gögn kannski í ágúst, september. Þá eru þau kannski komin með þýðinguna á þessum skjölum sem þarf að þýða. Þá er landlæknisembættið búið að segja að þeir ætla að vera búin að afgreiða þetta fyrir októberbyrjunina. En í ár gerðist það ekki og mjög sorglegt. Það voru bara komið ljós að í desember var ekki ennþá búið að afgreiða þessar umsóknir. Þannig að það voru einhverjir sem voru búin að setja upp 18 mánaða ár sem byrjuðu í október og voru þá með tímabundið lækningaleyfi fyrstu 2 mánuðina. Þannig að við erum búin að hamra á þessu við embætti landlæknis að þetta megi ekki gerast, og ég er að óska eftir að þeir gera það sama og gert þeir í Svíþjóð. Þar færðu stimpilinn frá þeim tíma sem þú skilar inn gögnunum.
ekki frá þeim tíma þegar embætti landlæknis stimplaði þetta. Það er ótrúlega skrítið að það sé ekki unnið þannig, því að auðvitað eru gögnin komin þegar þú skilar þeim inn. Þannig að það á ekki að vera. Þannig að við erum að vinna í því að þessi sem lenti í þessu og voru 18 mánaða, þeir fái stimpilinn afturvirkt. En ég finnst ég vera alveg á algjörum vegg í þeim málum þarna niðri í embætti landlæknis. En þeir sem að taka 18 mánuði á Íslandi, þeir senda svo bara inn sín gögn til þeirra í Noregi með viðbótargögnum sem við fá frá okkur og svo tekur það Norðmenn 12 mánuði að samþykkja þetta. Þá hefja þeir lýs 1, þannig að þeir þurfa ekki að bíða eftir því samþykki áður en þeir fara út. Þannig að þeir eiga bara að byrja að sækja lýs 2 þegar þeir eru á seinustu 6 mánuðunum af þessum 18 mánuðum vilja þeir fara beint út í sérnám og fara út og ættu svo að fá þetta samþykkt. Þannig að vandamáli núna í Noregi eru flestir af þeim sem eru að sækja núna og eru í einhverju vanda voru bara með tímabundið lækningaleyfi á gömlu kandídatsári. Þannig við erum að passa að horfa á að það er mikil greinamunur þarna á hvernig Norðmenn afgreiða þetta. Einhverjar spurningar með norska kerfið? Engin spurning? Nei. Kannski ein. Já. Þetta Hannes. Hæ. Takk fyrir þetta. En varðandi þetta, þú segir að þessi töluvert bið fyrir þá væntanlega norska unglækna að komast inn á lýs 1. Já. En það þýðir að það er meira framboð á læknum heldur en eftirspurn. Hvernig gengur fyrir íslenska lækna sem hafa klárað þetta samkvæmt á 18 mánaða reglunni að koma inn á lýs 2? Það er ekki sambærileg biðin á lýs 2. Það er ekki sambærileg? Nei. Þannig að það er bara, ég veit ekki til þess að sé neinn bið. Þeir taka þá bara beint inn og þau eru ekki, ég var að tala um eina sem er að fara í patológíu og hún er bara bíður stað eftir þegar hún er búin fæðingarorlofi. En þessi mörg hundur sem býr í Noregi, er ekki full ástæða til þess að bjóða að koma hingað á? Ég talaði við einn í sumar og sagði bara við henni, blessaður, komdu hingað, sendur allar upplýsingar, svo senda hann tilbaka. Ég veit ekki hvort ég get lært þetta flókna tungumál. Þannig að, en það er næstum 2000 læknar að bíða eftir að hefja lýs 1 í Noregi. Þetta er bara sturlað. En ég var að tala við kollegat núti og segja við erum stundum með svona erfiðleikum á Íslandi. Fólk dettur út og þá hefur við engan til að stoppa í göttinu, við erum lítið land og þeir eru alveg bara, ertu ekki með neina á bið? Hvernig dettur ykkur í huga að hafa prógramið þannig? Þannig að þeir náttúrulega bara sjá þetta er bara leiðin til að stoppa í göttin, sko. Þannig að það er ekki, þetta er mjög undarlegt. En þeir náttúrulega segja að það er lítil bið til að fara alveg einhvers staðar norður í Hafsauga. Já. Þetta fer eftir hvert þú vilt fara, en viljur vera í Þrándheimi, Bergen, Oslo, þessum stóru stöðum, þá ertu bara í rosalega langri bið. En spurning hérna. Já. Þetta fólk, þessi 100 sem bíða til lýs 1 í Noregi að komast í prógram, eru þau bara atvinnulaus? Nei, þau eru að vinna á hjúkrunarheimilum, alls konar stöðum sem ekki eru viðurkenndir sem lýs 1 námsstaðir. Ímyndaðu þér Kragasjúkrahúsin. Ímyndaðu þér hjúkrunarheimilin. Ímyndaðu þér, einhvers staðar þar sem einhver er í fæðingarorlofi og þér vantar einhvern bara í 6 mánuði. Þá droppa þessir inn alveg bara, þau eru flest í vinnu nefnilega. En þau eru bara ekki í viðurkenndir námsblokk og ekki viðurkenndir námsstöðum og fá þetta ekki viðurkennt sem lýs 1. Þannig að þetta er ekki jafn auðvelt að sækja þetta maður myndi halda því þau eru ekki atvinnulaus. En þau eru bara að vinna í því sem ekki fæst viðurkennt sem lýs 1 stöður. Ef við skoðum hvað gerist í Svíþjóð, að þeir innleiddu bastjenst, var innleitt að fullu 2023. Þá útskrifuðu þeir fyrstu árganginn sem kemur úr nýja lekaprogrammet, sem að er eins og hjá okkur 6 ára nám. Áður var þetta bara 5,5 ár og svo tóku þau 1,5 ár af AT. En nú eru þau komið með 6 ára nám og svo er bastjenstinn 2, bara 12 mánuðir. Þannig að AT er að fasast út, þeir eru ennþá að reyna eitthvað að plokka þá sem er að koma erlendis frá inn í svona einhver AT-stöður því að
Þetta var náttúrulega rosalega leið til að stoppa í götin í Svíþjóð að hafa 18 mánaða ár. En við erum búin að vinna mjög náið með þeim sem hafa verið að sækja að fá íslenska sérnámskunnin metin sem ígildi bjartstjænst í Svíþjóð og það er mjög jákvæmt að segja að það eru 2 búin að fá það samþykkt. En leiðin til þess að fá það að þeir hafa nokkrar útfærslur af sínum bastjænst og þú þarft ekki að byrja sérnámi af bastjænst, þú mátt byrja sérnámi bara beint í hjartalækningum. En svo þarftu bara að lúka betja einhvern tíma fyrir lokin á sérnáminu. Og þannig að hjá þeim þá getur þau líka átt að geta farið beint inn í ST-stöð og svo það HVEF og prógramdirektor eða kennslustjórinn á þeim stað sem verður að skrifa undir inntökið að þú sért raunverulega búið með BT. Svo að það er líklegt að Íslendingar þurfa að gera það að fara út annaðhvort að byrja í vikariatstöðu og svo með öll gögn frá okkur og svo þeir búin að vinna úti og þá sér fólki þar, já, hann stendst alveg hann alveg á pari við þá sem hafa lokið BT í Svíþjóð, þá skrifa þeir upp á þetta sent inn til Socialstyrelsen og þá rúlar það í gegn og það eru þess 2 búin að fá það samþykkt. En ef það kemur upp að einhver hluti af því ekki samþyktur, þá til svona förkortad BT, eða stytt útgáfa, sem eru bara 3 mánuðir í einhverju sem kallast akut sjúkvörd eða bráðlæknisþjónusta og 3 mánuðir á heilsugæslu. Þannig í versta falli ættu Íslendingar bara þurfa að taka þessa útgáfu og þá væri þessi 3 mánuðir akut sjúkvörd bara oftast 3 mánuðir á þeim námstað í vikariatsstöðinni sem þú byrjar í. Nema þú sért bara að fara inn á röntgen eða patológíu eða einhvers staðar sem flokkast ekki sem akut sjúkvörd. Þannig að en þeirra ár sett upp þannig núna að þetta svona grunnviðmið, 4 mánuðir á heilsugæslu, 4 mánuðir í bráðalæknisþjónustu, 2 mánuðir á öldrunarlækningum og 2 mánuðir á geð. Þannig að þetta sett upp svona til þess að mæta þeirra kröfum í þeirra marklýsingu og þeir þurfa að uppfylla 18 hæfnikröfur, það delmól. Ég ætla aðeins að tala það eftir. Þar eru ein svona 5 eða 6 sem við þurfum aðeins að hysja upp okkur þannig að við pössum upp á að þau séu örugglega með dokumentasjón að hafa þessi delmól. Þeir segja síðan að eigi að hefjast BT en þú mátt skipuleggja það sem frístandandi ár eða sem hluta af ST og þú mátt taka það inn í ST-inu. Það bara þeirra að ákveða sem taka þig inn í ST hvort þeir krefjist þess að þú búið með þetta ekki. En við reyndum fyrst að skrifa undir þetta BT-inntök en það fengu þau víst allt í hausinn aftur. Þannig að verður að vera einhver verksamhetschef eða stúdíórektor í Svíþjóð sem skrifar undir það. Og ímyndið ykkur ef ykkur kemur til ykkar og bara áður en hann byrjar þá vill hann þið skrifið undir svona skjal. Þætti ykkur það þægilegt? Ef ykkur kemur til ykkar bara og sýnir ykkur þetta þessi gerð á BT, áður en þú byrjar þá kemur hann til yfirlæknis og kennslustjóra og biður bara að fá þetta upp á skrifað. Ég skil alveg að Svíarnir vilja að þú sért byrjaður og sért búin að vinna eitthvað í landinu og áttir á því hvað þú ert með í höndunum. En það á ekkert að vera þannig að þau get ekki byrja beint í ST því að bara eftir nokkra mánuði þá ætti að vera hægt, þá ætti viðkomandi ekki, þá veit man yfirleitt hvað maður er með í höndunum. Þannig það er ástæðan fyrir því að þeir var sett upp að þeir vilja að sé einhver í Svíþjóð sem skrifar undir þetta. Og það er algjörlega inn í þeirra, þetta er bara ensk útgáfa úr þeirra reglugerð, þar stendur bara að ef þú starfar undir handleiðslu með handleiðara, ef þú ert með viðurkenningarskjal og lokið sambærilegri þjálfun og BT, ef þú uppfyllir hæfnikröfurnar sem gerðar eru til BT og slíkt undirritað af stúdíórektor eða verksamhetschef í Svíþjóð og að þú hafi starfað þennan tíma fullgilt lækningaleyfi. Þá er ekkert til fyrirstöðu og getur fengið þetta metið úti. Þannig að það sem við þurfum aðalega að vinna í að passa upp á að þau hafi þetta. Þarna koma svolítið þau delmál sem þau verða að hafa einhverjar staðfestingar á að þau séu með eru eitthvað sem tekur á siðfræðilegum álitamálum, eitthvað sem tekur á lög og reglugerðum, eitthvað sem tekur á stjórnun, skipulagi heilbrigðisstofnunar og heilbrigðiskerfisins
að þau geti skilji og viti hvernig að gera dánarvottor, hafi gert slíkt og vottað andlát, að þau hafi einhver matsbröð sem sýna að þau hafi starfað eitthvað með börn og unglinga á námsárinu, að þau hafi einhver matsbröð sem sýna að þau hafi komið eitthvað að geranum vandamálum, að því við erum ekki með þessa skyldu og allir fara í 2 mánuði á geðdeildir eins og er í Svíþjóð. Það er ekki að þau þekki til gæðaverkefni, þau vita aðeins hvað það snýst um. Í Svíþjóð þá gera þau gæðaverkefni, svona stutt gæðaverkefni á námsárinu. Við höfum það sem hluta af seinni hluta sérnámsins. Þú gerir það ekki sem sérnámsgrunninu, þú gerir það á fyrstu 3 árum sérnáms eða í hluta sérnáminu. Og þau koma að forvarnarmálum. Til þess að mæta þessum þáttum þá erum við að fjölga matsbröðum til dæmis sem gerð verða á heilsugæslu. Við erum að fjölga þessum case-based discussion sem þau gera þar til þess að láta því öll gera case-based discussion eitthvað tilfelli þar sem þau eru að sinna börnum, þar sem þau eru að sinna sjúklingum með geðrænvandamál. Við erum að biðja alla að gera ákveðin matsbröð á námsárinu sem tengjast það sem lög og reglugerðir að fléttast inn í okkar starf. Hvort sem það eru, og þar erum við að setja inn eitthvað text vottorð að skrifum á heilsugæslunni. En við þurfum aðeins að vera vakandi hvað við gerum á spítalum. Þetta dánarvottorðin og að staðfesta andlát, það er eitthvað sem er miklu meira inn á borðinu hjá þeim þegar þau eru á spítalamánuðunum. Og með gæðaverkefnin, þar vorum við að ræða við getum ekki gert skyldu, allir geri gæðaverkefni, en ég held að stofnanirnar eigi að reyna að involvera þau eins og hægt er. Og við þurfum að setja upp einhverja fyrirlestra á þessari föstu fyrirlestrarskrá þar sem við komum inn á þessi atriði. Og við verðum með ákveðna svona stjörnumerkta fyrirlestra sem verður sirka 1 í mánuði, þar sem að við munum hvetja þau til að ígrunda á því. Þegar þau þurfa að skila gögnunum til Svíþjóðar, þá vill Svíþjóð fá staðfestingu sem búið með sérnámsgrunninn og bréfi frá okkur sem við erum að bera þetta saman og allt það. Svo vilja þau fá í portfólíóð útprentað með öllum matsblöðum og síðan bara greinargerð frá þeim þar sem þau taka hvert delmál og segja hvaða fræðslu fekk ég þetta námsárinu, hvaða matsblöð með sem sýna að ég hafi þessa færni. Og fyrir langflest af þessum delmálum þá er þetta ekkert mál, en fyrir sum þeirra þá er það flóknara. Og ég ætla að fá að sýna ykkur hérna bara rétt aðeins. Þetta er skjal sem þau fá með sér þegar þau senda mér og segir ég er að fara til Svíþjóðar. Og í því þá er ég búin að bera saman hvert einasta delmál við okkar marklýsingu og hvaða undirkaflar staðfesta þessa þætti marklýsingarinnar. Þannig að það er einn undirkafli sem tengist geðrænum sjúkdómum og sjálfsskaða. Og hann tengist á þessu delmáli 2 sem hefur með að þú hefur komið að því að sinna sjúklingum með geðræn vandamál. Þannig áttu ykkur á hvað ég er að tala um. Við þurfum svolítið að fara að passa upp á að þau séu með eitthvað líka við þessa kafla. Er þetta skýrt eða? Þannig að það er ástæða fyrir því að þau þurfa að linka við marklýsingur og það er ástæða fyrir því að þau þurfa að passa að vera með linkað við ákveðna kafla. Í Noregi eru þeir með kommunal- og sykehuskompetensmål og ég er akkurat núna að búa til svona sambærilega töflu eins og þið sáu þarna fyrir Noreg. Þetta eru bara miklu fleiri kompetensmál en við mætum þeim alveg ef við pössum upp á þetta sem er í Svíþjóð sko. En ég er bara í þeirri vinnu þannig ég get ekki sýnt ykkur sambærilega töflu fyrir það. Það byggir á því að þeir breyttu þessum kompetensmál seint á síðasta ári. Svo ég er að klára þessa vinnu núna. Ég var búin að nefna þetta með KPI í Danmörku. Það koma til okkur svona 8 nemar frá Danmörku á hverju ári. Þetta helmingurinn af þeim byrjaði í Martin í Slóvakíu og skipti svo yfir til Danmörkur. Og það eru 20 læknanemar sem útskrifast frá Danmörku sem að byrjuðu námið sitt í Slóvakíu. Og við erum svolítið að skoða það núna í læknadeild hvort að við getum, mitt markmið er að við getum gert eins og í Danmörku og fyllt á 4. árið. Ok, hvað á ég við? Núverandi 3. ári bara 55 nemendur. Þeir eiga að vera 60.
hafa einhverju fresta sér eða helst úr lestinni eða eitthvað. Og mér finnst svolítið sorglegt að þegar læknadeild fær greitt ekki fyrir þreyttar einingar heldur fyrir hversu margir útskrifast í lokin, að við látum það gerast að við byrjum með 4. árið án þess að það sé fullt. Þannig að við erum til þess að gera þetta, þá þarf að breyta reglum háskólans það að þurfi ekki að standast inntökupróf, heldur dugi þeim að vera með BS-próf frá viðurkenndum læknaháskóla til þess að geta komið inn á seinni hlutann hjá okkur. En þetta er bara á frumstigi og hvort að okkur tekst að keyra þetta í gegn og hafa þetta tilbúið fyrir haustið 2025, ég veit það ekki. En við erum ekki að tala um að gera þetta til að fjölga, heldur bara til þess að fylla á. Og Danir gera það. Í lok 3. árs þá bara streymir fólk frá að fylla á plássin í Kaupmannahöfn, frá Óðinsvík og Árósum og Álaborg. Og þá losna pláss þar sem að nemar sem að koma frá skólum erlendi sem eru með BS-nám geta sótt að koma í. Það sem er pínlítið erfitt fyrir okkur er að við erum með þetta heilum árum, við kennum þetta ekki annað byggt, þannig að stundum þurfa þau að endurtaka einhverja hálfa önn, fresta sig þar með hálft ár þegar þau færa sér svona yfir. En að því að við kennum þetta í heilum árum, þá ef það er eitthvað sem við viljum meina að þau vanti að fyrstu 3 árunum, þá þurfa þau kannski að taka alveg heilt ár til að ná þeim þáttum. Skilur hvað við? Þannig að ég veit ekki alveg hvernig útfærslan á þessu verður. Við bara erum að vinna í þessu í læknadeildinni. Ég held ég að fá að hoppa yfir þetta hér. Mér langar aðeins að tala við ykkur hina hliðina á peningnum og ég veit ég er eiginlega búið með tínan. En það hvernig þið sjá hvað við fáum mikið af fyrirspurnum á hverju ári. Og það eru árlega hjá okkur 5-10 manns sem ekki af íslenska móðurmáli. Og þeir þurfa alveg aukinn stuðning. Og þó við gefum kröfum B2 þá finnum við að það er varla nóg. Það væri miklu betra ef við getum gert C1 tungumálakröfu. Og við fáum þessa 3 hópa, annars frá Norðurlöndum, frá Evrópusvæðinu, og þá geta verið lönd sem veita lækningaleyfi í lok grunnnáms eins og Slóvakía gerir og Ungverjaland, en svo eru nokkur lönd sem ekki veita lækningaleyfi í loknu grunnnámi. Og síðan eru þeir sem koma frá, eins og maður segir, þeir kallast 3. ríkis borgari í reglugerðum, sem koma frá löndum utan EES eða EU. Er einhverja spurningar þessa hópa? Mér langar aðeins að fá að snerta á handleiðaramálunum. Ég sé að tíminn minn er að renna út. Ég meina spurningu. Já. Það var mjög gott að heyra þetta og sjá að við farið fram í risaskrefum í að undirbúa okkur undir sérfræðilæknastörf. Nú heyri ég að það sé hægt að gera þetta allt á Íslandi. Hvað stórt prósent gerir þetta bara á Íslandi að klára til sérfræðinám? Og við erum komið með 8 sérgreinar þar sem getur lokið fullu sérnám á Íslandi. Margar þeirra hafa bara verið að útskrifa sína fyrstu nema bara á síðustu 2 árum. Þannig að við erum ekki ennþá komið með þessa hluta og það eru ekki allar sem að bjóða upp á að, þú veist, eins og Bæklun býður bara upp á 2 pláss á ári. Þetta er bara prómill sem að menntun sig á Íslandi. Hvað segirðu? Ég segi, þetta er svo lítið brot sem menntun sig á Íslandi einhvern og þetta er bara prómill. Já, þetta er ennþá bara mjög lítill hluti sem að klára allt á Íslandi. Stór, ég held að sé miklu stærri hluti af þeim sem farið í geðlækningar og heimilislækningar sem klára þetta allt á Íslandi. En af því að hitt er svo nýtt að þá er þetta enn sem komið ég bara hef ekki þetta svar. Við munum vita þetta svolítið betur eftir 10 ár. En það fer náttúrulega eftir því hvaða framboð er af plássum hjá okkur. Inn í þessi sérnám. Ég meina við til dæmis í lyf teljum okkur geta tekið 4 til 6 á ári inn í það prógram. Þannig að við getum teljum okkur max getur verið útskrifað 4 til 6 á ári úr fullu lyflækningum. En ég meina það byrja hjá okkur 15-20 á ári. Þannig að það eru rosalega margir af þeim sem koma bara inn í 1 ár og ætla svo í aðra sérgrein eða fara eftir 2-3 ár til Norðurlandana í frekara sérnám og klára ekki hérna heima. Þannig að mér langar aðeins að ræða við ykkur handleiðsluna. Er eitthvað sérstakt sem þið myndu vilja fá fram? Bara skilning yfirvalda
og þeir sem hafa peningana á því hvað handleggja skiptir miklu máli. Geturðu endurtekið þetta? Þú veist hvernig höfum við gróskir og ég vil bara undirstrika það að allan minn feril, allan minn tíma þá var ákvörstuð að það hjá peningalandinu að það var ekki skilningur á því að handleiðsla væri eitthvað mikilvæg eða skipti máli. Já, hún skiptir bara rosalega miklu máli af því að, og það skiptir líka máli að þegar við sem handleiðar við erum fyrstulega að vita hvað við finnum alla leiðbeiningar og ég ætla að sýna ykkur það. Við þurfum að þekka inn á e-portfólíó og geta unnið með það með þeim og þegar þau eru að staðfesta hæfnikröfurnar að bara það þarf að vera raunveruleg dokumentasjón í því sem þau eru að linka við þennan þátt til þess að það geti staðist. Og þegar að þau eru að staðfesta hæfnikröfur þá þurfa þau að hafa 4 atriði linkað við þetta competency til að geta sett achieved. Annars eiga þau að setja some experience og það er ekkert að því þó sé some experience á fullt af þessum þáttum. En bara ekki því sem handleiðarar fara að setja bara achieved á allt. Horfið virkilega á þetta, og þegar þið eru yfir námsárið þá eru þau svolítið að horfa á linkana en ekki leyfa námslæknunum ykkar að linka bara allt í lokin. Það er klikkuð vinna fyrir ykkur sem handleiðara að ætla að vera sammála því að þetta standist og þetta séu atriði sem tengist raunverulega þessari hæfnikröfu. Það eru leiðbeiningar á heimasíðunni hjá okkur sem eru fyrir handleiðara. Ég sendi ykkur þetta alltaf í hver einasta júní á hverju ári, þeim sem eru handleiðarar, og ég hvet ykkur til að nota þennan checklista sem í þessu skjali. Skjalið, þetta var efsta skjalið þarna, þetta er leiðbeiningar fyrir handleiðara sérnámskurslækna og þar þú veist svona bara checklisti. Þegar þið loggið ykkur inn, þá verður það að passa að undir nafninu ykkur þarf að standa þetta Iceland Educational Supervisor. Langoftast þegar loggið inn stendur External Assessor og það er bara vegna sem þið voru að fylla út eitthvað matblað fyrir einhvern síðast þegar þið voru að vinna eitthvað í portfólíunum. Þannig að byrja alltaf að breyta þessu í þetta og þá birtist listin af þeir sem hjá okkur. Ef þið eru að vinna með einhvern námslækni sem er búinn með námsárið og þið eru að klára eitthvað sem er eftir, þá verður það að velja previous. Þannig að ef hann birtist ekki þegar þið er búin að gera það, þá bara hafið samband við mig eða Sigrúnu til þess að skoða hvað er í gangi. Og þetta er bara það sem við viljum gera fyrst. Þetta er heitið á matsplænu sem hann á að fylla út á fyrsta fundinum. Og þið sjáðu þetta er bara alveg bara, þú veist, eiginlega svona bara, ég held að það sé pirrandi, hvað þetta er svona alveg bara farið í gegnum það alveg stig fyrir stig. En þetta er til þess að þið bara hafið svolítið í höndunum hvað þið að gera. Þegar þið hittuðu svo miðbyggsfundunum, þú veist, fundin þess að þið eigi svo reglulega yfir ári með þeim, að það er gerð krafa eitt svona fund og þá þurfum við að skoða hvað matsblöð er hann búin að gera frá því hittu síðast. Er hann búin að linka þetta við og þú veist, og standast linkanir, þið sammála því. Þú veist, er þetta fagmannlega gert hjá þeim? Eru einhverja athugasemdir í matsblöðunum sem þarf að skoða betur? Þau eiga að ígrunda á eitthvað matsblöð á námsárinu sem kemur inn á eitthvað sem gera má betur eða eitthvað sem gert var rosalega vel. Þannig ekki leyfa þeim þegar þið koma þennan miðbyggsfund að vera ekki búin að linka neitt. Helmingur þeirra sem ég hitti, þegar ég hitti þau, alla sem taka Landspítalahlutann, ég hitti þau öll á miðju námsárinu, þá helmingurinn þeirra ekki búin að linka neitt í portfólíónu. Og þá eru bæði þau og handleiðar algjörlega blind á hvort þau séu að standast hæfnikröfurnar, hvort þau séu búin að mæta því sem þau þurfa að mæta. Og þetta er þetta lágmark, ég veit, ég sjáu þetta ekki, þetta er svo lítið hjá mér, afsakenilega. Þetta er náttúrulega búin að stækka þetta eitthvað. Þetta er það lágmark sem þau þurfa að gera á hverju tímabili. Þau þurfa að gera 2 MCR frá sérfræðilæknum og 2 til 4 önnur vinnutengd matsblöð. Og ég get séð í portfólíónu hvort að þau eru búin að senda út matsblöð á tímabilinu. Ef þau senda út og fá það bara ekkert útfyllt af því að fólk, handleiðarnir er ekki að gera þetta, þá tekið það alveg til greina. Skilur hvað við? En ég sé alveg að hverjir hafa ekkert sendt út. Þá bara er það aukt. Þið getið líka séð það. Þekkið þið hvernig þið sjáið það? Af því það getur verið svolítið gagnlegt til að vita hvort að
Hérna, þetta nú svo bara að fara inn á. Ef þið farið hérna undir forms og undir ticket request, þá sjáu þið bara hvað útistandandi hjá viðkomandi, eitthvað sem hefur runnið út eða verið hafnað og hvað hún búin að fylla út. Og þú veist, þessi fengið, sjáðu allt fyllt út sem voru sendt út og hún veitt útistandandi sem rennur út eftir 2 daga. Og fyrir hann allar til að senda reminder, þá bara íta á þennan takka og þá fær Björn Logi reminder. Það sem kemur hingað, þá getum við að farið inn að það með því að íta takk punktana hérna og sagt copy ticket og senda út aftur. Þannig að þetta er rosalega auðvelt fyrir þau að senda þessi matsblöð aftur og minna fólk á. Og mér skilst það hjá ykkur á Akureyri þá sé það svo vel gert að þetta kemur bara í aðalpósthólfið ykkar. En það er ekki þannig hjá okkur, við fáum þetta eitthvað inn í rusli hjá okkur hér á Landspítalanum. Þannig að ég er búin að fara í gegnum það hvað, og þið vitið núna, þú veist, hvað þetta skjal sem ég var að sýna ykkur áðan. Þá farið inn á bara ytri síðuna, landspítali.is, inn á fagfólk, menntun og sérnámsgrunnslæknar. Fagfólki hérna uppi, svo sérnámsgrunnslæknar niðri. Og ef þið velja þetta sérnámsgrunnslækni í starfi, þá eru hérna alla leiðbeiningar ólík matsblöð, hvernig á að linka, hvernig á að staðfesta hæfnikröfur. Þannig að ef það er einhver fleiri leiðbeiningaskjöl sem þið myndu vilja fá þarna inn, endilega látið okkur vita. Við erum að reyna að setja þetta inn til að hjálpa ykkur. Við erum alltaf með svona spurt og svarafund sem auglýst, það er tímslóð sem send í tölvupósti, við erum að hafa þetta í október, febrúar og maí á hverju ári. Og það er ég sem held í þessa fundi. Og ef það koma fáir, þú veist, þá bara tökum við þær spurningar sem eru. Stundum ég með einhverja fræðslu eitthvað sem nýtt, eitthvað sem að breytast. En oftast erum við bara að taka á eða eitthvað svona troubleshoot eða eitthvað sem fólk vill fá. Þannig að þetta er yfirleitt ekkert langi fundir. En ég hvet einhvern til að koma þar inn ef þeir eru með einhverja spurningar. Og ef það er eitthvað með e-portfóli sem funkar ekki, þá er það hún Sigrún Ingimarsdóttir sem að sér alla skráningar og slíkt hjá okkur. Nú kemur alltaf upp, það er einhver sem lendir í vanda á námsárinu og þá er mjög mikilvægt að taka umræðuna við þau, leita úrlausna í nærumhverfinu, er eitthvað að styðja því hjá ykkur, þarf að gera breytingar á námsblokkinu eða stöðuhlutfalli og þá verður að heyra í Hugrún og Sigrúnu. Annars myndi ég alltaf ráðleggja að leita fyrst til kennslustjórans til að Hannesar og virkja þau stuðningsúrræði sem þið hafið þar og ef ekki að þá að leita til okkar í kennsluráðinu. Það er ekki nema 1 til 2 á ári sem ekki klára sérnámsgrunnin, en það eru svona 10 til 15 sem í einhverjum vanda á námsárinu sem koma inn á okkar borð. Þannig að, og fleiri sem að stoppa þetta fyrr í, þú veist, þannig að þetta er alveg, þau eru oft með ýmislegt í pókahotninu sem þarf að hjálpa þeim með og bara mikilvægt að þið sem handlar upplýðið ekki að það sé enginn sem bakki ykkur upp, að þið eigi að leysa úr þessu öllu. Endilega nýtið þið okkur sem að erum, kannski er mögulegt að við höfum fleiri úrlausnir. Ég var ekki með fleiri glærur og ég veit að tími mín er búinn. Já, tíminn er búinn, það er spurning hvort við höfum tíma fyrir 2 spurningar. Ég hef tíma. Test, óléttur eða eitthvað líka, verður það ekki pláss á næsta ári eða hvernig verður þetta? Jú, það er alveg fullt af plássi. Við erum búin að telja út alla sem við vitum að klára úti næstu 2-3, þú veist, við vitum fjöldan þeirra sem að læra úti, við hlerum alla skóla sem við vitum Íslendinga í og við höfum ekki áhyggjur af því að við höfum ekki pláss fyrir þá sem að koma. Við erum ekki komin í vandræði með pláss, það er heilsugæslan sem er stoppandi þáttur og hún ræður alveg við upp í 120. Ég held að öll við sjúkrahúsin getum tekið fleiri heldur en við höfum. Þannig að þeir sem eru óléttir, þeir koma inn í blokkina, hvort þeir geti fengið nákvæmlega sama og þeir voru búin að fá áður, það er ekki alltaf hægt að lofa því. Það getur vel verið að það sé bara allt fullt á ákveðnum póstum, en það er alveg ótrúlega hvað hún Sigrún er flink við að koma þessu við á sem bestan hátt.
Einhver einu lokaspurning? Og ég kom með eina, eins og takk fyrir námi, þetta er gömul tugga, sæl og takk fyrir þetta. Ég talaði um þetta áður að það sem sagt á ábyrgð sérnámskunnslæknisins að taka þessa fundi með okkur sem fyrsti fundur, miðviksfundur og lokafundur. Já. Sem ég alltaf þótt skrítið. Þú orðaði þetta svona áðan sko, því ég ekki láta það viðgangast að á miðviksfundi hafi ekki viðkomandi verið búinn að líka neitt til dæmis. Hvernig það ef við höldum bara og sjáum bara viðkomandi á þessum 3 fundum. Mér finnst að við sem handleiðarar eigum að ákveða þessa fundi og hafa miklu þéttari yfir allan tímann heldur en þeir eru. Þetta lágmarkstalan. Þetta bara algjört bare minimum. Já, en samt algjörlega sammála. Þegar ég handleiðari fyrir námslækna þá hitti ég þéttari en þetta. En það líka bara því ég ræði ekki við að vera með svona mörg matsblöð að fara yfir. Þú veist, ég vil bara fá þetta í minni bútum. Það heldur þeim ykkur betur við efni. Ég segi líka við þau bara það er samningur. Ég verð til staðar þegar við ákveðum fund og ég er tilbúin og ég klára matsblöð sem ég á að gera. En fyrir fundi verður þú að vera búin að. Já. Og þá það, þú veist, það sem bara þau að gera einu sinni í mánuði og þau fá alveg bara leiðbeiningur það frá okkur á móttökudögunum. Að einu sinni í mánuði að maður að kíkja. Hvaða matsblöð ég búin að fá tilbaka? Er einhver af þeir sem ég ætla að ígrunda á? Er einhver af þeir sem ég ætla að linka við? Hvernig vinn ég með þau? Er einhver af þeir sem ég ætla að ræða við minn handleiðarum? Þannig að þessi svona handleiðara, hvernig þau eiga að vinna með þetta, þú veist, þau eiga að skoða hvaða matsblöð ætla ég að senda út á næsta mánuði? Er einhver matsblöð sem runnið út? Þetta er eitthvað sem þau þurfa að verða betri í að gera reglulega. Þetta er ekki ykkar að passa upp á, þetta er þeirra. En ég veit ekki alveg hvernig við styðjum þau best í því, en ég er inn á heimasíðunni með hvað heitir þetta? Það er svona hvernig góði starfshættir hjá þeim til þess að gera einu sinni í mánuði. Og ég bara vildi óska að fleiri af þeim myndi gera það myndi auðvelda ykkar vinnu. En ég bara, ef þau mæta á fund hjá mér og segja, nei, ég veit ekki búin að kíkja á neitt, þá þurfa að skipuleggja annan fund. Þú ert ekki búin að vinna þína grunnvinnu. Ég held ekki fagmannlegt að þau mæti til mín og ég vera búin að gera allt. Ég held alltaf að þetta væri hluti að vinna okkar sem handleiðar að halda utan að þetta gerðist ekki, að þau ynnu ekki þetta sem sagt samkvæmt þessu skema sem hún fá. Þau vita hvað þau að gera og vita hvað kröfur á sig. Svo stöndum við á miðviksfundi framöndir því að það er ekki búið að safna matsblöð og það er ekki búið að líka og svo framvegis. Það er bara sent. Ég veit það. Þá eru oft þegar liðin meira en 1 tímabil af tímabilinu, það er bara að vita þau. Þannig að þó ef ég ákveð að ég hitti viðkomandi bara 3 á árinu, þá er ég samt þannig að ég kíkja aðeins að einu og sé, þú veist, er allt í góðu, er þetta einhver námslæknir sem í vanda? Já, og ég hef gert það líka og ég hef reynt að hafa samband við viðkomandi, en ég hef bara ekki vald til þess vegna þess að það er valdið þess að í þeirra hendur að ákveða hvenær hann vill hitta sig handleiðara. Þú mátt alveg, það er ekki búið að banna þér að gera þetta. Nei, en ég hef reynt það og það er bara ekki alltaf gengið. Það gengur ekki, nei, en þá er bara átt að líka skrá það í þeirra skrá. Þá er líka alveg sjálfsagt að skrá það í þeirra skrá. Sem við höfum gert. Já, bara mjög gott. Ég verðum alveg brunn út á tíma, gjörsamlega, við þökkum kærlega fyrir. Þetta var frábært. Takk kærlega fyrir. Það var svo margt í þessum glæruginu sem var athyglisvert sem að þú stóðir hratt yfir. Getum við fengið það afrit af þeim? Já, ég skal senda það bara á hvernig ég senda það. Á Hugrúnu eða... Já, það er ekki best að fara á Hugrúnu bara, já. Það var það ekki? Jó. Ég senda á hana, ekki málið. Svo erum við að reyna, vonandi hefur tekist að taka upp þennan fund, en hann komi á netið hjá okkur líka, þar við getum séð það. Já, ég fekk einmitt þarna recording í gangi. Já. Takk hérlega. Minnsta málið. Bless.